Velkomin í Hvort myndirðu frekar. Í dag ætlum við að tala trú, en ekki sem rétt eða rangt, heldur sem upplifun. Hvernig það að vera múslimi á Íslandi? Hvernig mótar umhverfið trúna? Og skiptir að máli hvort þú sért í minnihluta eða meirihluta? Með mér Samar, viðburðarstýra og eigandi Sex Events. Og í dag ætlum við að velta fyrir okkur spurningunni hvort myndirðu frekar tileinkaðir múslimatrú á Íslandi eða í landi þar sem að Íslam ríkjandi trú. Við skulum bara byrja þetta. Hæ Samar, takk kærlega fyrir að koma. Góðan daginn. Góðan daginn. Keep it formal. Herðu, hvað segirðu, hvernig ertu í dag? Ég segi bara allt gott. Það Ramadan, þannig ég fastandi. Byrjaði á miðvikudaginn. Ok. Og já, lífið bara yndislegt. Lífið yndislegt. Jæja, herðu, við ætlum bara, þetta svona nokkra liða þáttur. Við byrjum á spurningum, svo förum við í sammála eða ósammála og svo í hvort myndirðu frekar. Ok, ég til þetta. Okay. Let's do this. Lett að laga gott. Herðu, við ætlum að byrja á fyrstu spurningu sem bara, af hverju finnst þér mikilvægt að trúa? Mér finnst mjög mikilvægt að trúa bara upp á það að hafa eitthvað til að leita til, hvort sem það sé eitthvað jákvætt eða neikvætt eða hvað sem það bara á tímum sem maður vill tala við einhvern eða hvað sem það bara að vita að það einhver aðri máttur sem að pæla í öllu og við þurfum kannski, it's not that deep, þú veist, at the end of the day, okay. Myndi ég segja. Já. Og hvað svona snýst trúin fyrir þér? Það bara rosa mismunandi fyrir mér, þetta heldur mér í aðeins meiri aga finnst mér. Þetta hefur komið mér í gegnum mjög erfið tímabil, bara að vita, ok, þetta gerist í þessum aðstæðum eða eitthvað svona. Það hefur hjálpað mjög mikið eins og fjölskylda mín, við fórum í gegnum rosa erfið tímabil þegar ég missti litla bróður minn. Og ef það væri ekki fyrir trúna þá væri við alls ekki á þeim stað sem við erum á í dag eftir svona stórt áfall. Bara til dæmis þá í trúnni þegar barn deyr þá fer það beinustu leið til himnaríkis og það þarf ekki að gjalda fyrir lífi sem það átti eða þú veist, af hverju gerði þetta eða hitt eða það, þetta bara tær sál sem að fara beinustu leið í himnaríki. Og það gefur okkur smá hugaró að vita bara að hann á þeim stað sem okkur langar að komast á vonandi þegar kemur okkur. Og líka bara alls konar hvernig hann var alltaf svona léttur á fæti og hoppandi og skoppandi og sagði mjög oft eitthvað, ég ætla að vera ungur í himnaríki og ég var alltaf bara, nei, ekki segja þetta, þú veist, orð hafa meiningu og bara, hvað þetta satt? Það bara leiðilegt að vera fullorðin. Og bara vika áður hann dó, þá var það í síðasta skipti sem ég man að hann hafi sagt þetta. Wow. Og í Kóraninum stendur að það eru margar sálir sem áður en þær koma til jarðar, þá þær bara okkur langar ekki að þanga, þetta ekkert eitthvað djúsi, okkur langar bara að vera hérna uppi. Og Guð segir bara við þær að það þurfa allar sálir að fara niður áður en þær koma aftur til mín. En ég skal kippa ykkur upp fyrir þannig þau þurfu ekki að fara í gegnum, þú veist, erfiðleika lífsins en eitt þannig, bara, þú veist, þið komið til mín beinustu leið. Ég alveg gæsa það. Já, og það svo fallegt líka að vita bara, ok, hann bara verið ein af þessum sálum sem vildi bara vera stutt, vildi bara kenna okkur ákveðin gildi í lífinu, vildi sína okkur ástöðumikju og svo var hann bara tímanans búinn og hann þurfti bara að fara. Og ég geti ekki tala svona við þig í dag ef það væri ekki fyrir trúna. Hvernig ykkar þess að trú í þínu daglega lífi þegar núna flestir á Íslandi eru náttúrulega ekki múslimar? Hvernig lýsir þetta sig? Þú veist, fyrir einhvern sem veit ekkert þetta? Þetta eru bara svona gildi í lífinu almennt. Fyrst og fremst finnst mér að trú eigi að vera það að vera bara góð manneskja og vera með góð gildi í lífinu og koma fram við aðra eins og vilja láta koma fram við ykkur. Gullreglan bara. Já, bara, og þetta eitthvað sem held ég vonandi allir eða flestir vilja fyrir sjálfum sig í lífinu. Og þú getur iðkað þetta með því að brosa.
þú getur yfka þetta með því að biðja, það er náttúrulega eitthvað sem við reynum að gera 5 sinnum á dag, við erum með 5 bænir yfir daginn og þær eru allar útpældar á þann hátt að þú ert að taka 5 til 10 mínútur eða 15 mínútur, hvað sem þú þarft, sem smá svona bara hugleiðingu. Fyrsta bænin er fyrir sólarupprás og þá er hún bara í rauninni að vekja þig á svona eðlilegum tíma fyrir líkamann að vakna. Þá hlýtur nú að vera gott að búa á Íslandi. Já, ekki á sömri. Nei, ok, já, þetta, við erum góður, já. En hérna, já, að, svo er náttúrulega bara fólk er með mismunandi líf og svona, þannig að þetta er ekkert endilega tími sem allir vakna, en þetta er smá bara svona vaknaðu þegar dagurinn er að vakna líka. Svo er bæn númer 2. Fyrirgefðu, ég verð bara að stoppa þig. Hvernig er það að því þú segir sumar á Íslandi? Hvað gerir þig á sumurinn? Ég meina, við náttúrulega bara biðjum hana þegar hún er og förum bara að sofa eftir það, eða ef við sofnum þá vöknum við og eitthvað það. Ég ætla ekki að segja, ég sé geggjaður múslimi að vera að biðja 5 sinnum á dag, en það er loka, þú veist, hvað ég að segja, það er the goal í lokin, bara að ég muni einn daginn vera á þeim stað, ég get ekki gert það. En ég er bara svona að vinna með hægt og rólega áfram bara. Já, en svona eins og fjölskyldaðinn og þeir sem að þú þekkir sem eru múslima. Já. Hvernig er þetta? Þetta er bara, þú veist, hvað gera þið? Mamma biður allar bænir, hún biður auka bænir, hún er rosa bara, þú veist, hennar köllin í lífinu er bara trúin. Já, en ég meina sko, er hún að fara, að þau er ekki sólarupprás, það er bara sólin er alltaf sólarík. Það er samt tími fyrir, þú veist, allar bænir. Ok, líka á Íslandi. Þú veist, ef við horfum á þetta ramadanlega séð þá erum við náttúrulega fasta frá sólar upprás til sólseturs og það er, þú veist, á þessum löngu dögum þegar sólin nánast sest ekki þá er einhver hálftíma buffer þarna sem við höfum til að borða. Það voru erfiðir dagar en það tókst. Vá. Við erum sem betur fyrir ekki í landi þar sem er brandi heitt, ég held að það sé erfiðara sko. Já, svitna svona mikið og já. Og þú veist, við eigandi veitingastað líka neyri bæ. Ég man, þetta tímabil kom sko þegar ég var að vinna bara 12 tíma vaktir á veitingastaðnum. Bara allt út í mat og lyktirnar og ég bara, oh my god. Og maður myndi halda að það væri erfiðara þegar það er svona mikill matur í kringum hann. En svo bara var þetta ekki eins erfitt og maður hélt kannski. En aftur að bænunum. Hérna, bæn númer 2. Bæn númer 2. Hver er hún? Hún er svona upp úr hádegi eða rétt eftir og það er hugsað hana svona að ok, þú ert að eiga ógeðslega langan dag eða þú er búin að vera bara í vinnu eða hvað það er. Farðu nú til hliðar, taktu 15 mínútur þar sem þú ert í hugleiðingu að biðja. Bara kottu aftur og núllstiltu þig og haltu svo áfram með daginn. Og svo er önnur þannig bæn sem er aðeins meira síðdegis og svo er kvöldbænin sem er við sólsetur bara og það er bara svona að biðja kvöldi til, það er oftast annarkvort fyrir kvöldmat eða eftir kvöldmat, bara svona taka þér smá tíma og við erum náttúrulega bara að vera þakklátt líka alltaf og svo er ein bæn sem er seinna kvöldið og svo ofan á það eru alls konar aukabænir líka sem fólk getur gert eða vill og það, þú veist, þetta er bara plús í kladdan fyrir allt sem getur gert, ég kalli þetta alltaf svona plúsa í kladdan, mínus í kladdan fyrir hluti, mér finnst það auðveldasta leiðin til að útskýra og já, bara því meira sem við gerum, því meira fleiri plúsa færðu, en það er ekki mandatóri fram yfir þessar 5 bænir. Já, ok, en hvernig er það, sko, ég veit ekki hvað sem mikið, veist kristna trú? Ekki það mikið, en reyndu. En þú hefur heyrt faðirvorið væntanlega? Já. Er það þá bænirnar, þú veist, eru það ákveðið svona faðirvor? Já, við erum að fara alltaf með sömu bænir. Já. En svo, við förum með 2 bænir þegar við stöndum svona. Við förum með 2 bænir. Hún er semst með hendurnar hjá brjóstunum. Fyrir það sem ekki er að horfa. Þá förum við með eina bæn sem er alltaf sama bænin og svo seinni bænin, það má segja sömu bæn aftur og aftur. En það má líka breyta til. Það má velja bara úr kóraninum einhverja bæn sem maður vill kannski fara sérstaklega með annan daginn eða þú veist í þessari bæni eða eitthvað svona. Og það er náttúrulega bara að segja allt sitt hvorn hlutin eða saman hlutin eða eitthvað svona í grunninn í rauninni. Já. Þannig að, já. Okay. En þetta er rosa mikið svona bara þú ert að gera sama hlutin. Bara í mismunandi röð eða eitthvað þannig. En þetta er rosa samt svona
endurtekt í rauninni. Og fyrir þá sem ekki vita út og nefndi Kóraninn, þá Kóraninn svona heilaga bókin fyrir múslima í íslamtrú. Einmitt. Eins og biblían í kristintrú. Þetta veit ég. Já, einmitt. En ok, þannig að þú iðkar þess að trú, þú reynir að biðja 5 sinnum á dag væri flott, en hvernig heldur að venjulega dagar sé hjá þér? Einu svona dag eða einu svona viku eða? Í Ramadan ég aðeins betri, ég get sagt það, en ég ekki komin á þann stað þar sem að, þú veist, ég væri til í að bara geta staðið upp og fari bara að biðja, en ég ennþá bara að bíða eftir því svolítið og kannski á maður ekkert til að bíða eftir að bænin kallir svolítið á mig. Já. Ég eitthvað svona, ég finn smá vegg stundum, en stundum þarf maður bara að rífa hann og fara að biðja. Ég ætla ekki að segja ég bið 0 sinnum, en ég bið Af hverju hélt ég að þetta væri svona, út og segir standandi með hendurnar í brjósti? Já, af hverju hélt ég að þetta væri... Við byrjum standandi og svo förum við niður og endum niðri. Ok, með hausinn í Þetta smá æfing, en þetta mjög gott fyrir líkamann líka. Ég finn oft þegar ég ekki búin að biðja kannski smá tíma og fer að biðja aftur, þá ég bara, þetta vont. Þetta vont. Okay. Svo þegar ég búin að gera þetta nokkru stöðinu bara, ok, ég búin að liðka hérna í hnjánum og eitthvað svona. Veitu, hvað meinur að æfing? Getur útskipt, þetta ekki svona eins og í jóga, svona badnið eða þannig, svona hendurna fyrir framan? Jú, þú ert að setja líkamann þinn í ákveðnar stöður, það ekkert á þessu erfitt. Já. En þú ert að krjúpa niður á gólfi og þú ert með mottu, bænamottu, en hún oftast mjög þunn. Þú náttúrulega ræður hvort þú vilt þykkari mottu þá eða ekki, en þetta getur verið stundum vont í hnén eða eitthvað svona, eða ef þú ert með hartspörur þá þetta ekstra óþægilegt. En bara því meira sem þú gerir þetta, því meira líkaminn þinn kom bara í eitthvað svona ákveðið flow, sem bara mjög gott flow fyrir líkamann. Og hvernig þetta, því ég var aðeins að hugsa þetta fyrir þáttinn, að því að þessi staða, þú veist, með hendurnar svona fram og þú liggur með hausinn niður, að því að nú svo mikið verið að tala svona grounding eða að jarðtengja sig. Heldur, veistu eitthvað hvort þetta tengist því að jarðtengja sig? Þetta þegar maður komið með hausinn niður á jörðu, þá maður hvað nálegast Guði á þeim tímabúndi. Hvernig þá? Þú veist bara, þú getur hort á þetta sem einhvers konar jarðtengingu. Þú veist, þú ert komin þarna niður og þú ert bara, hann með hliðina þú kemst ekki nær honum. Ég veit ekki hvernig ég á útskýra þetta betur, en þetta bara svona... Af því að Guð hver Guð? Allstar. Já. Allstar. Já. Í hárinu þínu, í fötunum þínum, í sálinu okkar, hann allstar. Í þessum stól, eða þú veist... Og þú segir hann, trúir þá að Guð sé karlmaður? Nei, hann ekki karlmaður, en ég bara alin upp við það að maður notar hann eða, þú veist, en nei, Guð ekki með kyn. Ok. Hvernig sérðu fram á iðkana svona trúna í áframhaldi? Ég duglega að tala við hann daglega og ég náttúrulega held því áfram og bara ég duglega að biðja hann hluti og hann mjög duglegur að gefa mér þá hluti. Þú veist, eins og fólk kallar manifesting. Ég bara bið fyrir hlutum, ég tala við hann bara, hey, mér langar í þetta og eitthvað svona, please, má ég vil fá svona. Og reyndar ógeðslega fyndi, ég talaði þetta í dag. Ég sá það. Það var ógeðslega skemmtilegt. Já. Ég var semst að leiðin í ræktina í morgun og ég var að verða smá sein. Og tíminn átti að byrja 10:30 í Laugum og ég lagði af stað svolítið seint. Já. Og það helst í hendur við það að ég þurfti að vakna svolítið snemma í morgun og byrja að fasta. Og ég segi bara upphátt þegar ég að leggja af stað. Ég vil vera komin í bílastæðið 10:27. Ég vil fá bílastæði fremst hjá Laugum og ég vil vera mætt í tíman áður en hann byrjar, sem sagt 10:30. Og viti menn, ég var mætt 10:27 í bílastæðið. Það var ég sá ekki fyrir því, en það gerðist. Ég fann bílastæði beint fyrir utan og það var ekki að ég þurfti að taka einhvern hring eða bíða eftir einhverjum að fara. Það var tilbúið fyrir mig og sagði bara, gjörðu svo vel. Ég bara lagði beint og ég fór inn og var mætt 10:29 inn í tíman áður en hann byrjaði. Og þetta eru allir 3 hlutir sem ég baði áður en ég mætti. Já, merkilegt.
Þannig að Biðjið þeim hlutina sem þið viljið. Já. Þannig að þú sér fram á að halda þessu áfram eða er eitthvað sem þú myndi vilja bæta við í tengt trúni? Ég vil reyna að ná að biðja oftar og ég er ekki ennþá búin með Kóraninn en ég er ennþá að lesa hann hægt og rólega. Já, ég ætlaði að spyrja hvort þú værir, já. Ég er ekki búin með hann ennþá en það er stutt í það en svo mun ég fara aftur yfir hann og því að ég er alltaf með svo ótrúlega margar spurningar af því að mér finnst bara maður alltaf að spyrja út í allt sem maður skilur ekki og það er bara alveg upp við það þannig líka þannig að ég er mjög dugleg ég er með Kóran kennara sem er með mér á WhatsApp í hvert einasta skipti sem ég er að lesa og ég er bara ég er mjög dugleg bara að spyrja hann spurninga alltaf þegar ég bara af hverju stendur þetta svona, af hverju segir þetta nennir þess að útskýra þetta og ég verandi manneskja sem er mjög mikla réttlætiskennd það er oft sem ég er bara eitthvað ok, halló þetta er svolítið, nennir að útskýra bara, eins og hvað? Þú veist, eins og bara mér hefur alltaf fundist mjög erfitt með það af hverju konur þurfa frekar að hylja sig heldur en karlar, þú veist, þetta er líka bara eitthvað sem er í samfélaginu, það er margir sem líta niður á það að konurnar eru huldar, eða þú veist, eru búin að klæða sig svona, ekki það að nunnur eru líka að hylja sig þetta er sami hluturinn Word ok, já já, og að því að þetta er alltaf hort á sem eitthvað svona oppression já. Og ég sá í rauninni mynd í dag líka sem ég ætla að finna og sýna þér af því að ég hugsa þetta strax já. En þetta er bara svona þetta er smá verndarhjúpur fyrir konuna af hverju þarf hún að sýna sig þú veist, ok, kom með viðlíkingu dýr hvort er það konan eða kallinn sem er að sýna sig meira? Það fer eftir dýrinu. En er ekki oftast karldýrin að svona reyna að ná konunni eitthvað svona og vera gett flott með fjarnar sínar eða hvað það er eitthvað svona. Þannig að kallinn er svona meiri í sér heldur en kvendýrið. Það er samt mjög mismunandi eftir dýrum og dýraríkjum en já, ég skil hvað það fara. Já, þú veist, ég sé rosa mikið af þessu og ég hugsaði bara þetta sem viðlíkingu. Þetta er ekki hvert þetta er að fara. Já. En þú veist, þetta er bara konan á ekki að þurfa að þú veist, vera einhver gripur eða eitthvað svona, hún þarf ekki hún er bara, þú veist, hún er bara vernduð og þú veist, það er hort mjög hátt á konur í Íslamstrú og bara þetta er, já ég held ég get ekki útskýrt það betur nema þetta sé bara að þú ert vernduð og það er ekki að takta nota gegn þér, þetta er bara smá svona, þú getur verið þú veist, þú þarft ekki að sýna öllum hver þú ert og það er sagt svona keep your treasure hidden and not out in the world og konur eru horfðar á sem bara eitthvað svona djást svo þetta er í rauninni rosa falleg tenging þarna bakvið en svo kemur líka inn á að karlar eiga heldur ekkert að vera að sýna sig en bara menning á mjög mörgum stöðum hefur gert það verkum að menn bara komast upp með meira og svo í lokdags þá er þetta eitthvað sem konan á að finna fyrir og gera þetta þegar hún er tilbúin það getur, þú veist, þá gera hvað þá? Að sýna sig? Að hylja sig, að hylja sig, já, þetta er ekki eitthvað sem þú gerir bara af því það er búið að segja þér að gera þetta þú verður líka að finna þig í þessu af því annars ert ekki að gera þetta á réttan hátt að þú ert ekki að gera þetta fyrir, þú veist, þig og Guð af hverju ertu þá að gera þetta þú veist, frekar að finna tenginguna þarna milli áður en þú ferð að setja á því búrku eða eitthvað, skilur það sem ég var að reyna að útskýra áður var líka svona að þú hefur betri leið til að kynnast manneskjunni gegnum persónuleika frekar en hvað er undir já, þannig að muslimsk trú er basically love is blind já, basically þar hefur við það já, til að einfalda þetta fyrir þig kæri hlustandi þá er muslimsk trú love is blind þú þarft ekki að leita lengra en það en ég meina það hafa náttúrulega margir gift sig ekki vitandi nákvæmlega hvernig manneskjan lítur út í den svo lengi sem þau voru tilbúin að giftast manneskjunni þú veist, af því að það er regla það er bannað að gifta fólk nema að gefa leyfi fyrir því og þá báðir aðilar í brúðkaupi þurfa að segja já fyrir brúðkaupinu og við hvaða mannesku
þannig að þú Það er regla í múslimskum það er regla það má ekki segja bara að þú ert að giftast þessum punktur og basta Ok. og þetta er eitthvað sem margar menningar hafa kannski tileinkað sér eða mikið af fólki en þetta er rangt Það er gott að fá það á hreint. Já en já, ég myndi ekki segja að það er jafn mikið kannski núna en það er alveg ennþá iðkað að þú veist ekki endilega hvernig manneskjan lítur út og þið hafi kannski talað saman og eitthvað svona Já. en svo er líka bara þú veist fólk sem hittist alveg til að spjalla og eitthvað svona en það er oftast mjög stutt bara í þetta gerist mjög hratt, stutt í brúðkaup ætla ég að segja, já, þú er ekkert að eyða tíma í að vera bara eitthvað ég var eyða 4 árum, 8 árum í að vera saman og kannski gifta okkur ef við ákveðum að þetta er málið eða þetta er bara ok við erum búin að kynnast, ef við erum að fíla þetta giftum okkur og þú veist ég og margir í minni fjölskyldu erum að því að maður á að kynnast aðeins meira en bara nokkur skipti bara upp á að þú veist vita hvernig manneski þetta er líka Já. en maður á svolítið að finna bara svolítið hratt ef manneskjan er fyrir mann eða ekki og ég get sagt það að eiginlega flest öll brúðkaup í kringum mig bæði fransískinni og mín persónulega fjölskylda og svona þar ganga öll brúðkaup bara mjög eða þú veist öll hjónabönd bara mjög vel fyrir sig og þau mörg þeirra eru einmitt svona arranged og mörg eru líka bara love marriages Já. og það má algjörlega verða ástfangin að giftast ástinni frekar en að giftast einhverjum sem var bara á sömu svona frequency í Bylgjulengd. já, sömu bylgjulengd í lífinu já, og svo kemur fyrir að hjónabönd virka ekki og þá er báðum aðilum heimilt að sækja skilnað og fun fact skilnaður kom inn fyrst að konur máttu skilja við kallinn sinn fyrst í kórununum fyrir það máttu konur ekki skilja við kallinn bara kallinn við konuna ef það var eitthvað Veistu hvernig það var? Eða byrju, minnur þá bara í grunninum í kórununum? Já, þú veist, kóranin er fyrsta bókin sem segir að konur megi að segja skilja við kallinn Ok, en er það rétt hjá mér að eina konan sem talaðir í kórununum er Maria eða Mariam? Nei, það eru nokkrar og ég get ekki nefnt þær en ef við stoppum þá get ég googlað Ok Hún er móðir Jesú Jesú er líka í kóraninum Já, eða Ísa hann heitir Ísa al-Islam al-Islam er í rauninni bara orð sem við notum undir eftir nafnið á öllum sendibóðum Já, veist, þannig ég myndi segja spámanum, sorry, takk Hazret Ísa al-Islam eða Prophet alltilega, já, spámaður Peace be upon him, þú veist Peace be upon him. Ok, já. Friður sé með yður. Akkurat. Það er Ég var einmitt að hugsa á leiðinu bara, hvernig myndum maður segja þetta á íslensku? Af því alltaf þegar við tölum okkar spámann sem er Múhameð. Já. Friður sé með yður. Einmitt. Þá vissi ég ekki hvað þetta segja á íslensku. Já, segir alltaf friður sé með yður. Já, maður á alltaf að segja þetta sem virðingu. Einmitt. Þetta er bara svona alveg eins og maður, já. Þetta er bara svona virðingaskinn. Einmitt. Já. En talandi hann allt í mann ekki kann Múhameð, friður sem með honum eða eitthvað eru fleiri spámenn aðrir en Múhameð og Jesú eða Ísa? Þeir eru 124.000 takk já 124.000 Ok, 24 er aðbatana minn, skemmtilegt Ég er að þýða þetta frá pakistansku tölunni ég haldi sé að því þetta rétt Pakistan, það, þú veist ég er ennþá að læra að telja á pakistansku svona hátt pakistanska er mikið tungubrjótur höfum þetta auðvelt, Urdu þetta heitir Urdu pakistanska Urdu pakistanska Urdu, ok, cool Já, á Urdu tölurnar eru smá svona þú veist bara fyrir nokkrum árum lærði ég að telja upp á 100
þannig Þetta það er gæti erfitt. verið að þetta sé ekki 1000. Nei, ég held að þetta sé 124.000 en ef þú 124.000. vilt fakt tjekka mig þá máttu gera það. Ok, mér langar að þetta sé 124.000. Ég held að sé bara mjög rétt hjá mér. Ég er 99,99999% viss. Ok, frábær. Þannig að vákaru margir og Jesú eða Ísa er bara Þeir eru einn af bara þessum. tveir. Þú veist, Jesú og Múhameð. Tveir af þessum. Friður En sé með þeim. Já, en þið talið alltaf bara Múhameð. Já, hann er sem sagt sá sem Kóraninn kom í gegnum. Já, einmitt. Ok. Ertu sunni eða shia? Ég er sunni. Ok, og hver er munurinn þar á milli? Sko, ég googlaði það. Ok. Gekka. Ok, þetta er svo sagt sunni trúa því að basically hver sem er valinn af flestum til að vera imam eða til að vera, þú veist, Til að vera í. æðsti maður eða, þú veist, imam er, þú veist, það sem við notum yfir fólki sem fer með bænirnar í, í moskum og svona alls konar, bara fólk sem er, þú veist, í áframhaldi af Múhameð og Að iðka trúna og hattin í já, gangandi. bara að, þú veist, að vera einhver svona leiðtogi. Já, svona eins og prestar. Setjum í leiðtogastöðu, ok, já. Þú veist, líðurinn ræður. Hver er leiðtogin? Það er bara hver er hentugast, þú veist, hver er flottastur starfið? Við trúum því á móti því að shia eru á því að þú þarft að vera einhvern veginn tengdur Múhameð. Blóðskyldur þá. Já. Wow. Erfitt að finna þau. Þannig að þetta hefur farið svona ættlæk hjá þeim. En já, þetta er held ég mesti munurinn. Ok, svolítið politist. Já, og svo er það, þú veist, svona sumir hlutir sem, þú veist, eru kannski ykkar aðeins meira, þú veist, detalæðir í öðru hvoru, en þú veist, í heildina, þú veist, Já, í heildina er þetta náttúrulega bara sama trúin. Já, auðvitað. Það er svo stressandi að tala um trú í myndavél. Já, ég skil það. Bara afsaki mig ef ég er bara að segja full og vitleysu. Við tilengum okkur réttin til þess að hafa ránt fyrir okkur og skiptum skoðun. Takið Er það ekki? öllu, já, hvernig segir maður þetta? Eitthvað, takið öllu með opnu hjarta Já, og og strá og salti. já, Er eitthvað sem að þú vilt gera öðruvísi? En myndi vilja gera öðruvísi? fyrir sjálfa mig. Já, tengt trúni. Ég er ekki sama útgáfa af mér og ég var í gær og ég er ekki að fara að vera sama útgáfa á morgun. Af því alltaf læri maður og alltaf er maður að endurbæta. Einmitt. Þannig að bara svona hvað sem ég get tilengað mér mun ég gera en á sama tíma eins og við sögum með strá og salti. Þú veist, ég er líka bara að læra að iðkana með bara mínum eigin gildum án þess að fara á móti gildum trúnar. Hvernig finnst þér svona íslenska samfélagið líta á trúnaðina? Náður þessu eye-rolli eða? Fyrir ykkur sem að hlusta þá er þetta mjög stórt eye-roll. Hringur. Sko. Hvað er eye-roll? Ok, allavega. I don't blame them. Ok. Af því að það sem samfélagsmiðlar og það sem fréttir og það sem maður sér bara á allt of mörgum stöðum, þá lítur það svolítið illa út. Og ég vil bara fá að segja, þetta er manneskjan, ekki trúin. Bara taki hverja mannesku fyrir sig og ekki vera að kenna trúnni af því að það er bara allt og margir sem elska að hata islam í nútildags. Og þetta er bara út allan heim. Það er búið að taka svo marga hluti úr samhengi bara af því að manneskjan er að gera ljótan hlut og þá er allt í einu allir vondir. En ég segi bara til ykkar, ef þið hafið spurningar, lesið Kóraninn. Ekki spurja fólk, lesið Kóraninn til að fá þetta from the source. En svo náttúrulega Kóraninn þýddur á mismunandi tungumálum sem getur breytt alls konar. Það er alltaf sagt, þess vegna er ég að læra arabísku til að geta skilið hann rétt ofan á þýðinguna sem ég fæ. En samt sem áður þá eru mjög góðar þýðingar og þú getur, þú veist, það var einn maður, ég held að hann sé frá Hollandi, anti-islam, bara alveg, hann hataði múslima og var sko að skrifa anti-islam bók. Wow.
og fyrir það þurfti hann að fara að finna sér alls konar upplýsingar til að geta byrjað og eitthvað svona og hann les Kóraninn og hann endar á því að konverta. Hættu nú alveg að snjóa. Nei, ég man ekki hvað hann heitir en já, Vá. frá því að hata okkur í það að vera partur af okkur. Ég fekk gæsahúð. Jesus, ok. Þetta mjög falleg trú og ég get alveg sagt það er allar trúr sem segja eitthvað sem maður ekkert endilega sammála en í grunninn þetta mjög falleg trú ef maður bara gefur sér tíma til að lesa hana og skilja samhengin og ekki vera bara oh my god, þau sagði þetta, þessi sagði þetta, þessi gerði þetta, þau eru öll vond og það bara svona, það er ljótt að setja alla undir sama hattin. Algjörlega. Við erum ekki sama manneskjan. Algjörlega. Ég og mamma erum ekki sama manneskjan. Þetta bara, allir eiga að vera bara sín manneskja og Kóraninn segir að það er ljótt að dæma og þetta alveg bara það mikið að ef þú sérð einhvern gera eitthvað sem ekki rétt samkvæmt trúnni þá áttu alltaf að gefa sjálfum þér ástæðu af hverju manneskjan væri að gera þetta. Segjum svo Svona setja sig í spor annarra. Já, eða meira bara svona ef ég sé einhvern múslima borða svínakjöt það fyrsta sem ég á að hugsa í staðan fyrir að vera dæman að vera bara það var ekkert annað í boði. Eða ef ég sé einhvern klæða sig sem ekki að klæða sig eins og þau eiga að gera hún átti ekki önnur föt eða hún bara á leiðinni, þú veist, maður á alltaf að gefa benefit of the doubt, maður á aldrei að fara í hennan ham að bara fara að dæma fólk og fara að vera bara búin að ákveða hvernig manneskja þau eru bara, þau eru ekki eitthvað rétt bara þú veist, í lokdags erum við öll að fara að vera dæmt fyrir hver við erum og á sitt hvoran hátt það er ekki að þú veist einhver manneskja sem er búin að helga sér trúna allt sitt líf og bara gerir ekkert annað, það er ekkert víst að hún sé að fara til himnaríki bara því að hún var svona flott að iðka trúna, hún geti verið með hræðilegt hjarta, ógeðslega ljóta sál ógeðslega mikið ego bara ég er flottastur eða flottust bara því að þú veist, ég iðka trúna ógeðslega mikið og svo getur verið einhver manneskja sem er ekki litið kannski vel á í samfélagi eða eitthvað svona, en bara með ógeðslega fallegt hjarta og bara svo manneskja endar í himnaríki. Þetta er bara hver ef ein manneskja er dæmd fyrir sig sjálf. Þannig að alltaf að bara ekki vera endilega að skipta sér að. Það má leiðbeina en maður á ekki að vera að skipta sér að. Einmitt. Hvað finnst þið svona mikilvægt, já þú ert eiginlega búin að segja hvað þið finnst mikilvægt að aðri viti tengt trúnni á Íslandi af því að en ég ætla samt að koma inn á líka og segja þú veist, það er fullt af fólki á Íslandi sem tekur mjög vel í trúna líka og ég elska að allir sem ég kynnist get ég talað trúna við eða ef þau eru áhugasöm, ég leyfi þeim alltaf að spyrja spurninga og ég segi bara ég veit það ekki ef það er einhverjar spurningar sem ég hef ekki svörin við og þá bara annarkvort verð ég í það að googla eða spyrja kennarann eða mamma og pappa, þau eru líka duglega að hjálpa mér að skilja að það er eitthvað en þú veist, ég reyni alltaf að sýna þeim að kannski eru þau með einhverja ranghugmynd ef það er hægt algjörlega. Og þú veist, það bara þið megi vera forvitin en það eru allar upplýsingar á netinu líka ef það er eitthvað sem er að fara fyrir ykkur ekki trúa öllu sem þið sjáu á netinu bara af því það er í frétt eða af því að einhver segir það eða eitthvað svona, fari frekar þú veist, to the source eða fari og spyrja einhvern múslima og þú veist, moskan er alltaf opin öllum ef einhver vill fara bara í samfélag og spjalla að kynnast fólki við erum næs, ég lofa ég fór bara eitthvað að hugsa út af að segja eitthvað svona þegar þú kynnist fólki að það var að fara út af eitthvað ég bara, út af að við kynnast þér ekkert svona eitthvað árið eða eitthvað rétt rúmlega og við fórum saman í rækt og sánu og þú veist eitthvað að tala um eitthvað tengt trúniðinni og ég man að ég var eitthvað svona að spyrja og þú varst bara svona horfðin á mig og varst bara þú veist bara ekkert þetta svo ég man eftir þessu og ég skammaðist mér svo mikið af því að en eins og segir þú veist þetta erum við mismunandi og það er mismunandi fólk í kringum okkur og þess vegna finnst mér líka áhugavert að vita hvort að þú hversu mikið þú veist um kristnatrú eða búddatrú eða hindús aðrar trúr heldur en muslimska íslamtrú ég ætla ekki að segja ég veit mikið
en ég líka ekki fyrst til að fara og byrja samræður trúr eða allavega, þú veist, ekki þá kristintrú eða búddatrú eða hindúisma, þú veist, ég ekki að fara að tala eitthvað sem ég veit ekki nema ég sé að spyrja spurninga, en ef það eitthvað sem ég virkilega bara eitthvað, ok, hvernig meikar þetta sens eða hvernig þetta, þá finn ég mig bara upplýsingar. Já, því að vinkor mín, ég var að tala með vinkor mín í gær það að, þú veist, þegar einhver að tala eitthvað sem að hann veit ekki, þú veist, sem að hljómar svolítið eins og fordómar og eru kannski fordómar því maður að dæma fyrir fram, það fordómar. Þetta eitthvað sem maður hefur bara lært út frá því sem maður hefur séð eða heyrt. Algjörlega, en það maður svo fljótur einmitt, margir og flestir vil ég leyfa mér að segja, eru fljótir að draga ályktanir að manneskjan sé fordómfull og þar leiðandi slæm manneskja út frá því að vita ekki þetta hitt til dæmis trú eða gefa sér eitthvað fyrirfram einhvern sem að iðkar einhver ákveðna trú eða bara hvað sem og maður fljótur af svona hvað, volist þú svona hinsegin en við erum upplýst og fáum mikið aðgengi að upplýsingum. Algjörlega. Og ef að ég hef verið til dæmis bara ætti bestu vinkonu eða ætti einhvern í kringum mig í samfélaginu mínu sem væri múslimi eða væri einhverja annara trúa að þá myndi ég kannski vita þetta og væri ekkert að pæla í þessu og væri ekkert að spyrja þig að þess áttar. En ég meina þú veist miklu meir í dag en þú vissir þegar við kynntumst. Algjörlega. Því að núna erum við vinkonur þannig að... Algjörlega. En þess vegna held ég að við þurfum að gefa fólki smá slaka sem að eru með fordóma og sem að eru að gefa sér upp eitthvað sem það hefur heyrt inn á netinu eða eitthvað í fréttum eða eitthvað svona. Það ofboðslega eðlilegt að vera með alls konar ályktanir þetta út frá því sem þú veist, út frá því sem þú heyrir en þetta kannski svona góð áminning það að já, skilurðu trúðu því sem þú trúir og vertu forvitin og leiðu þér að vera fullorðin og samt vera ógeðslega heimskur og veit ekki neitt leiðu þér að spyrja gæsalappa heimskulega spurninga einhvern sem að einmitt eins og spyrja sem múslimi þráttur að veit ekki neitt, það allt í lagi og við verðum að gefa okkur það að geta við heimsk og veit ekki og ég segi bara, þú veist ef þú ert með fordóma spurðu samt, ekki vera búin að ákveða þetta bara eitthvað svona, ef þú virkilega vilt spyrja, ég tilbúin að tala við hvern sem þú veist, ég oft lent í aðstöðum þess að það einhver manneska sem á móti trúnni minni eða eitthvað og ég bara, ok, hvað það? Hvað viltu vita, þú veist, hvað það sem að bugga þig svona mikið að þú bara hatar okkur sem heild allt í einu og þú veist, þá tekum við bara samræðu og bara ef það eitthvað sem maður getur útskýrt betur þá gerir maður það, ef það eitthvað sem maður getur ekki svarað þá getur maður bara í sameiningu komist að því eða bara hei, góð spurning, ég skal segja þér því ég kemst að því en það þarf ekki bara, það sem fólk þarf kannski að passa sig á bara að vera ekki leiðilegur Já, algjörlega. Já, bara, þú veist, ok. Það alltaf gott til að byrja með að vera ekki hætti að vera leiðileg. Ekki vera búin að ákveða að þú hefur rétt fyrir þér, en ef þú hefur einhverjar skoðanir sem bara hafa myndast út frá því sem bara samfélaginu sem þú hefur alist upp í, það fullkomlega eðlilegt, en þá bara spyrja eða einmitt afla sér upplýsinga. Algjörlega. Og ég held að það sé líka svona mitt gullna regla að því ég held að maður átti sig alltaf meira og meira á hvað maður veit lítið því meira svo veist, því minna í raun og veru veistu og ég held að sé hver var það sem sagði the only thing I know is that I know nothing Já, einmitt það var einhver sem sagði, hvað heitir hann? Þú sagði þetta núna, vel gert en hvernig það svona að iðka íslam í samfélagi sem að kristnitrúað? Sko, ég verð alveg að segja, mér finnst ég verið í algjörri forréttindastöðu. Ég labba ekki með hijab eða það sést ekki á mér þegar ég út á götu að ég sé múslimi. Ég hef ekki lent í neinum fordómum á mig. Ég samt aldrei að fela það. Ef einhver spyr mig eða ef maður fer, þú veist, að það kemur upp í samræðu, þá segi ég alltaf að ég sé múslimi og það bara gott og blessað. En ég hef heyrt sögur og ég veit þú veist, fjölskyldumeðlimir hafa lent í hinu og þessu og alls konar og þú veist, það svo leiðilegt að fólk bara búin að ákveða að einhver sé vond manneskja fyrir það hverju hún trúir eða hvaða trúar hún og mér finnst þetta alltaf vera eitthvað svona ekstra mikið á íslamtrú
bara á múslimana af því að allar þessar kvikmyndir sem búið að bara mata upp í okkur frá því vorum lítil, þá eru þeir oftast vondukallarnir í myndunum eitthvað svona, og þú veist, þetta líka bara það, fólk sem ekkert endilega að fræða sig þetta kannski farið að horfa á þetta bara út frá myndum sem það verður að horta og bara, ok, þeir eru bara vondukallarnir. Og svo einmitt, ef einhver einn gerir eitthvað, þá alltaf alhæfing frekar en að þetta bara manneskjan. Og svo, og ég ætla að fá að segja þetta, ef einhver hvítur Jón út í bæ myndi gera eitthvað, þá hann frekar að glíma við vandamál eða eitthvað svoleiðis. Hann ekki bara hlýtur að vera kristin trúar þessi að gera eitthvað svona, þú veist, come on, getur hættu sig. Þannig að, já, þetta alveg erfitt. Hvað? Sorry, ég var bara ákvað að googla hversu margar konur are mentioned í sem þeir eru talað í konunum, og viltu giska hversu margar? Margar. Hversu margar? Já, ég að spyrja, ég að segja margar. Ó, margar, ok, og ég segja hversu margar? 24. Já. Hapatala mín. Þú þarf bara að verða múslimi eftir þetta. Greinlegt, sko, þetta bara að tala til mín. Og fyrsta manneskjan sem tók að sér að verða múslimi eftir Múhameð var kona. Aha, hvaða kona, veistu það? Ég held að konan hans. Ok, já, algjörlega. Getum við fact-checkað, ég vil ekki að það hljóma eins og ég. What woman was the first... But who was the first Muslim after Prophet Muhammad? Muslim after... Peace be upon him. Ég skrifa það? Nei, þú varst bara að segja það. Ég var bara að segja það. Já, hvað var það fyrir íslensku? Friður sé miður. Friður sé miður. Ég ætla að fara að nota þetta meira. The first wife of the Prophet Muhammad. Já, hún heitir Khadija, held ég. Hún heitir það sem þú sagðir, ég ætla ekki að bera þetta Er það Khadija? Khadija bint Khuwailid. Góð, það var ræðilegt. Já, lest þú þetta, takk. Þetta? Khadija bint Khuwailid. Það sem hún sagði. Það eru ekki með eitthvað svona... En við notum annað orð yfir. Takk. Við notum samt það líka svona peace be upon her, og það Raziela. Hazret Khadija Raziela, held ég. Þetta rosa mikið svona kartöflutal. Ég alltaf með pakistanskan hreim. Já, einmitt. Urdu, nei, pakistanskan. Urduaskan hreim. Urduaskan hreim? Ég með pakistanskan hreim. Þetta alltaf rosa mikið tungubrjótur. En þú veist, eins og nafni mitt skrifað á Urdu Summer. Þetta eru 3 stafir. En ef þú skrifar það alveg eins... 3 stafir? Já, þetta eru 3 stafir. Hvernig mega það sens? Af því að þú veist bara hvernig þú átt að bera það fram. Ok. Já, ég ennþá að læra. Ok. En arabíska, sömu 3 stafir væru Summer. Það alveg... Já, þeir eru... Já, þegar ég segi Summer... Smámæltir. Nei, þeir eru bara með annan staf fyrir S. Þannig stafurinn sem... Þú verður að kemur laugh track. Æ. Nei, en ok, já. Nei, en arabískan aðeins meira svona... Hvernig fórum við hingað? Ég veit það ekki, sko. Ég sé eftir þetta. Já. Finnurðu fyrir fordómum á Íslandi? Og sko, ef þú hugsaður bara svona eins og þú veist að alast upp og þú veist í skóla og svoleiðis, vissi fólk að værir muslimi, hvernig hafði það áhrif? Já. Og hafði það áhrif? Sko, ég var lögð í einelti í grunnskóla, en ég held að það hafi ekki verið fyrir trúna mína. Ég held að það hafi verið að því ég var brún. Eða þeim líka ekki vel með mig. En sama fólk þetta sama fólk eru mjög góðir vinir mínir í dag. Og einn besta vinkona mín í dag manneskja sem ég og hún áttum ekki samleið í gegnum grunnskóla. Og ég ætla samt ekki að fá að alhæfa að það var einhver ein ástæð fyrir því að ég var lögð í einelti fyrstu nokkur árin mín í grunnskóla. En seinni árin mín voru mjög yndisleg. Kannski var þetta bara krakkar að vera fáfróðir eða eitthvað, ég veit það ekki. Fólk finnur fyrir fordómum, ég veit það.
ég fann ekki endilega fyrir þeim en ég fekk mjög skrýtnar spurningar varðandi bara menninguna mína og svona og bara upp á hvernig nesti ég kom með stundum og eitthvað þannig og Oh my god, með að við að þú átt veitingar að fjölskyldan á veitingarsakað en þú veist, það var aldrei geti ímyndað mér að þú hefði fengið mjög gott nesti. Ég var með geggja nesti. Það var aldrei gert lítið úr matnum mínum en það var alveg svona kommentari bara fáfræði eins og að vera með svona rétt sem við gerum úr mjög þunnum núðlum og þetta eftirréttur og við kallum þetta savagna og alltaf því ég kom með þetta í nesti það var bara, hvert er komið með ormana? Hvað ormar eftir þetta? Svo voru það samt bara líka með við smakka þannig að þetta var ekki svona, þeim fannst þetta gott já, en þetta var bara svona, bönn að vera bönn og ef ég kom með eitthvað svona öðruvísi eða eitthvað en ég, eins og ég segi, ég ætla að fá að segja bara að ég hafi verið í mjög góðri stöðu, ég hafi bara átt mjög gott líf með að við fólk kannski í sömu stöðu og ég og jafnvel, þú veist á sama tíma og ég eða eftir á eða hvað það er já það er gott þannig að já, þú hefur kannski ekki fundið fyrir þannig sé fordómum tengt trúnni nei, þessi meira varandi hvernig þú lítur út eða eitthvað svo les ég veit ekki eins og ég andjóks, ég sagði alltaf með mig, ég skil ekki hvað að þeim ég er frábær það er geggjað þannig að myndir að segja þú finnir fyrir styrk að vera svona öðruvísi ef við segjum það já, mér finnst gaman að vera múslimi þetta er bara partur af mér og mér finnst alltaf gaman að tala um þetta ég hef gaman að því að bara reyna að iðkana hvernig sem ég get eins og ég kom inn á það áðan þú veist, þú getur gert risastóran hlut sem er skuldbundin í trúnni því við erum með svona 5 hlutir sem við eigum öll að gera það er biðja 5 sinnum á dag gefa, held ég 2,5% af því sem þú græðir í góðgerðamál eða bara til the less fortunate, þú ert alltaf að gefa af þér til þeirra sem eiga minna milli handana er það partur á trúnni? Það er partur á trúnni Anfallegt Já, mjög við föstum í Ramadan við Svo ég ætla að stoppa þarna að því þú talar um Ramadan og þú ert búin að nefna það nokkur sinnum en við erum aldrei búin að útskýra hvað það er fyrir utan bara að þið fastið Leif mér að segja þess að tók búin að fyrir svo inn á Ramadan já, við trúum því að Guð sé einn Allah og að sendiboðin sem spámaðurinn sem kom með Kóraninn til okkar er Múhameð friður sé með honum og að við eigum að fara í þessa pílagrímsferð sem er einu svona ári og það bara ef þú getur þú veist, ef þú ert fjárhagslega staddur til að geta ferðast til Sádi Arabíu til Mekka að fara í pílagrímsferðina þá átt að gera það ef þú getur það ekki þá er það ekki haldið gegn af því að þetta er hugsað með bara það er ekki allir í sömu stöðu alls það er í heiminum og ef þú átt að fara þá myndu finna leið til að fara og þú er búin að fara? Ég er búin að fara ég fór reyndar ekki í þessa sem er mandatory ég fór að því að þú veist það er eitt sem heitir umra og það getur maður gert hvenær sem er yfir árið og svo er eitt sem heitir hajj og það er á ákveðnum tíma árs og hajj er það sem er mandatory en svo pabbi minn hefur núna farið held ég 2 svar einu sinni í þetta og einu sinni í umra hajj og umra en umra getur ég gert bara hvenær sem er og þú veist spámaðurinn fór bara einu sinni til að fólk væri ekki að fara að elta hann og gera þetta oftar þannig að þess vegna er bara mandatóri einu sinni og þau segja ekki fara að gera þetta endalaust leyfðu frekar öðrum að komast að en það eru margir sem fara bara oft og þú veist þetta er bara eitthvað sem þau iðka reglulega en þú þarf bara að gera þetta einu sinni já, eftir að gera þetta sem er mandatóri og ég vona einn daginn hafi ég þú veist fái ég tímann til að gera það þú veist, þetta er satt svona að hann kallar á þig þegar þú átt að koma til hans en við fjölskyldan tókum svo sagt eftir að bróðir minn lést 2023 þá ári eftir það 2024 þá flugum við út saman og tókum pílagrímsferð umra sem sagt og tilengum öll honum okkar fyrstu pílagrímsferð og við tókum nokkrum sinnum á meðan við vorum þarna Tókuðu hvað? Pílagrímsferðina, þú veist við fórum í gegnum allt prósessið, af því þetta er alveg prósess það tekur alveg marga klukkutíma Og hvað er prósessið? Fyrst og fremst að prósessið byrjar í flugvélinni þar sem að þú við þrýfum okkur alltaf með vatni til að gera okkur tilbúin fyrir bænir og vera komin í bara svona pure state of form and mind
og maður á að vera í bara mjög léttum klæðnaði. Karlar eru bara með 2 handklæði utan sig. Ég ætla að kalla þetta handklæði en þetta bara eitthvað svona hvítt áklæði sem þeir binda utan sig og konur með að vera í rauninni hverju sem en þær með ekki hylja sér andlitið. Af því að það í kóranin þú átt ekki að hylja andlitið. Þetta eitthvað sem persónubundið og aftur enginn getur neitt þig til að gera þetta. Og svo erum við að fara með ákveðnar bænir á meðan við erum bara frá því að við erum komin á annan punkt yfir, jörðinni, og þetta líka bara að þú ert á jörðinni, þú ert komin á þessum punkti og ert að fara þangað til að fara í pílagrímsferðina, þá byrjaru að segja bara sömu bænina aftur og aftur og aftur og aftur og aftur þangað til þú ert komin á staðinn. Það geta verið margir klukkutímar eða það getur verið bara að þú ert á hótelherbygginu búin að ákveða að þú ert að fara að byrja aðra pílagrímsferð og þá byrjaru að fara með þessa bæn aftur og aftur og aftur. Er hún löng? Nei, hún er rosa stökt, þetta eru nokkur orð, ég man hann ekki mitt núna. Nei, allir. Jú, ég man hann smá, en ekki nógu mikið til að fara með hana En já, og svo komum við þarna og þá erum við með nokkur svona process skref sem við förum í. Þegar við erum komin inn fyrir hurðina, hvað ég var að fara með og þegar við erum komin lengra inn og Er þetta eitthvað hús? Þetta er Mekka. Já, hvað er það? Svarti, þetta er a piece of heaven on earth. En þetta er basically það sem við, Já, þetta er borg. Mekka. Já, borg í Sádi-Arabíu. Þetta er borg í Sádi-Arabíu, en inn í Mekka er, Kaaba. Ok, hvað er þetta Kaaba? Ok. Q-A-B-A. Og þetta er líka í þá átt sem við byggjum þessar 5 bænir á dag. Við finnum bara 8 vitanum. Nei, K-A-B-A. Q-A-B-A. Kemur K? Já. Ok. Potato. Já, ok. Þetta er eitthvað svona svartur kassi. Þetta er svartur kassi. Með eitthvað svona gildu í kringum. Já, og það er alltaf skipt áklæði. Hvort það var árlega eða hvað. Þannig að það er alltaf svona. Og ég man ekki, það er svona rosa falleg hefð fyrir því hvernig þau vinna áklæðin á þetta til að skipta. Já, ok. Og hvað er þetta búið að vera þarna lengi, þessi svarti kassi? Vistu það? Nei. Ok. En við byggjum samsagt í átt að Kaaba sem er í Mekka í okkar 5 bænum á dag. Vá. Já, þannig við finnum á 8 vitunum okkar. Já. Sem er svona sérstakur 8 viti og þetta er bara app í símanum basically. Í hvaða átt við erum að byggja. Já. Hvað er þetta að fá þarna? Já, Kaaba is Mecca. In Mecca is believed by Muslims to have been originally constructed over 5,000 years ago. Þannig að 5,000 fyrir 5,000 árum. By Abraham eða Ibrahim. Og skemmtilegt hann að því að bróður minn hét líka Ibrahim. Einmitt, þess vegna horfði ég svona á þig. Öll börn sem deyja ung fara til spámanns Ibrahims þegar þau deyja. Þannig Ibrahim er hjá Ibrahim. Já. Fallegt. En 5,000 árum síðan, það er búið að vera helviti lengi. Og ég sé það, og það er sagt ég kannski ætti ekki að segja helviti lengi. Nei, alls ekki. Sérstaklega í Ramadan, mínus í kladdan. Ég skammast mín. Jæja. En ég ætla að segja eitthvað varðandi þetta. Alveg stólið upp á mér. Já, ég held að ég hafi stólið í sko. Já, þú gerði það svo sannarlega. Mjög lengi, þetta er búið að vera mjög lengi. Já, ég var hvað þetta að segja. Sko, ég lagaði þetta. Það er sagt að þegar þú sérð Kaaba í fyrsta skipti, hvað sem þú óskar þér mun rætast. Þú veist, the first time. Já. Þannig að fólk er alltaf búið að búa sig undir það og lappar inn bara svona því að það ætlar að sjá það á ákveðum tíma eða eitthvað. Hún heldur fyrir augun. Já. Sjáu eða ekki. Nei, fyrir ykkur sem er ekki að horfa. Halló, ég þetta sást. Já, það er margir sem lappa bara búin að hylja augun, bara lappa inn, vilja ekki horfa af því að þau vilja vera komin í, þú veist, rétt hugarfar og vita nákvæmlega hvað er að fara að biðja og það er margir sem bara eru að undirbúa lengi hvað þau vilja biðja í rauninni og svo þegar þau horfa í fyrsta skipti þá
er það mjög súrrealíst. Aha, Ég grét. vá, Já, ég bjóst ekki við því að gráta, nei, en ég grét og ég held að flestir í fjölskyldunni grétu þegar við vorum þarna. Og já, óskuðum okkur að báðum í sitt hvora lagi allt það sem okkur langaði í. Já. vá. Fallegt að fara líka með fjölskyldunni þinni Já. á þessum erfiða tíma. Já, þetta var erfitt. Ég brotnaði niður mjög oft, en þetta var líka styrt okkur mjög sem fjölskyldu og við erum að gera þetta, þú veist, svo mátt verið skóm, en við erum eiginlega oftast perfekt á ákveðnum tímum og við erum að taka, þú veist, hringi í kringum Kapa. Ok, Já, og við erum alltaf að stækka hringin, við byrjum innst og svo stækkum við alltaf hringin meira og meira og þar erum við aftur að fara með bæn aftur og meira aðeins. og er þetta þá að því ég sé á þessum myndum að þetta er ótrúlega mikið af fólki? Það eru live á YouTube núna, þú getur hort á þetta á YouTube, fólk í pílagrímsferðum, einmitt núna. Þannig að þetta er eitthvað svona ákveðin tími sem þú pantar að koma inn eða? Þú getur bara, já, Þú getur bara mætt, þú getur bara eða? mætt. Já. Og þá er einhver einstaklingum sem er að segja eitthvað svona og nú byrja Nei. að labba hringinn. Þetta er bara hver á sínum eigin báti. Ok, Það eru margir sem gerir þetta í hópum eða bóka sig í bara svona hóp til að vera ekki einn. Ég man það var einn kona sem var í einhverju svona hóp og viltist og var ekki með síma og var bara, þú veist, gömul og þú veist, kunni ekki neitt á tæknina. Og ég og mamma vorum þarna bara eitthvað, hún kemur upp á okkur bara, ég geti hjálpa mér og hún var svo, þú veist, ég held hún að vera mér frá Pakistan eða eitthvað, því við gætum tala við hana allavega. Og hún bara vissi ekkert hvar hópurinn hennar var, þannig að hún fekk bara að vera með okkur, en hún var í svona ból, af því allir í hennar hóp voru í svona ákveðnum ból til að, þú veist, fólk vissi eða búin að binda á sig eða eitthvað, þú veist, af því að karlarnir náttúrulega eru í þessum hvíta klæðni. Já. Þannig að hún byrjaði bara að labba með okkur og var bara með okkur þangað til við spottum hópinn hennar. Já, ok. Sem var svo geggjað af því að þau voru svo ábrandi í sömu litum og hún og já, þetta var bara, þú veist, gaman að það er alls konar fólk þannig. Þannig að það er engin að hjálpa ykkur með eitthvað eða þú veist, engin leiðbeining frá staðnum. Það eru fullt af vörðum. Já. Þú getur alltaf spurt einhvern, það vita allir, þú veist, ég hugsa alltaf að það vita allir meir en ég. Já. Sérstaklega þarna. Einmitt. Það er ekki tími til að vera besserwisser. Nei, ákveð. Og þannig að þú veist, þú spyrð bara ef það er eitthvað, það er ekki eins og meir ekki tala. Nei. Þú ert ekki bara, nei, hættu, ég er bara að biðja það núna og það má enginn trufla mig, þetta er allir, þú veist. Það hlýtur nú samt að vera eitthvað fólk sem er þannig. Algjörlega. Já. Við erum all til, eða ekki? Og líka eins og við erum mörg, einmitt. En já, og þú getur spurt verðina, en bara frá reynslu þá voru þeir ekkert endilega rosa skemmtilegir. Nei, ok. Það er bara, þú veist, mikið af fólki sem þeir eru að díla við daglega. Sem er, hvað meinar þá? Bara að koma inn þarna í pílagrímsferðina, þannig að þú veist, þeir eru ekkert mest gæjar sem ég hef hitt. Ok. Bara að þú ert að beðja á stað þar sem þú mátt ekki leggja mattinu þína eða þú veist, eitthvað svona, ert að gera eitthvað þú mátt ekki gera eða ert að gera eitthvað og veist ekki eins og mátt ekki vera að gera þá geta þeir verið svolítið aggressífir. Já, og þetta er bara svona just don't bother. Já, ok. Af því að svo er maður líka að maður er að reyna að vera bara í svona hugarfari þar sem maður á ekki að missa stjórn á sér eða verða eitthvað pirraður, maður er bara svolítið svona grounded. Já. Þannig að maður reynir bara að, þú veist, taka þetta á sig og halda áfram, en svo eru margir sem fara að rífa kjafta eða eitthvað og things can escalate. Oh, good. En já, þeir eiga nú að geta svarað þér að þú spyrð genuine spurning. Já, mitt. Tölum aðeins styrtaraðala þáttarins. Þetta væri ekki hægt án þeirra, en það er komið nýr styrtaraðali, allavega fyrir þennan þátt, vonum fleiri, og það er Shalimar. Þetta er besti pakistanski staður sem að ég hef nokkuð tíma farið á. En styrtaranninn sem er búin að vera með okkur frá byrjun er vilmahome.is. Hún er með svo mikið af flottum vörum og ég var að skoða síðan hennar. Við erum með 15% afslátt, ekki gleyma því. Stórt HMF 15 fyrir 15% afslátt hjá henni. Það sem ég langar svo mikið í er rúmfötin hennar. Það eru rúmfötin á heimasíðan hennar, inn á vilmahome.is, sem eru svo ótrúlega Pinterestleg og ég er búin að vera svo mikið inn á Pinterest þessa dagana og mér langar sjúklega mikið í þau. En það sem ég á, sem að ég elska, er meðal annars silkisloppurinn, brúni og
brúsan sem svona heldur ótrúlega köldu, þannig að þegar maður setur klaka í, bara haldast ekkert eðla lengi. I love it and I use it every day. Maður við því. Ég reyndar pínu búin að gleyma þessum glerbrúsa, kannski að því hann heldur ekki köldu, veit það ekki, en hann sjúklega cool og aesthetic og mjög svona Pinterest-legur ef við erum að tala um það. En ég bara einhvern veginn, þið vitið svona ADHD dæmi, sett hann hingað eitthvað á leiðinu upp einhvern tímann því að ég var alltaf að drekka sítrónuvatn á morgnana með þessum brúsa út að það rör, skilurðu, og bara svona flott og eitthvað. Og ég var að fá mér sítrónuvatn, setta þarna og ég bara gleymdi að væri til. Þannig ég kannski fer að nota hann aftur. En svo það Natraker, en það eru umhverfisvænar og umhverfisvænar vörur sem eru líka góðar fyrir líkamann. Og ég bara get ekki mælt meira með þessum tíðavörum. Ef þú ert að velja eitthvað út í búð, veldu að Natraker ef þér annt líkamann. Svo það Sonnet, talandi umhverfisvænt, þá Sonnet bara, hvernig lifði ég án þess að nota Sonnet hreyfingavörur? Jú, kannski að því þreif ekki nóg oft. En ég mæli svo innilega með Sonnet-vörunum. Það sem nýtt upp hjá mér klósettrinsinn. Ég veit þetta hljómar fáránlega að það sé eitthvað uppáhald, en það svo góð lykt af hann, með svona myndulykt af þessum klósettrinsi, og mér finnst bara svo gott að vita því að vörurnar sem ég að nota inn á heimilinu mínu séu umhverfisvænar og góðar fyrir mig, líka minn og heimilið mitt og alla gesti og fólk sem kemur. Þannig að ég mæli með en höldum áfram með þáttinn, en haldum áfram að hlusta og takk fyrir að hlusta og endilega deildu þessu áfram og fylgdu okkur á Instagram hvort.frekar. Takk fyrir til. Heldurðu að þú myndir vilja búa í samfélagi sem væri aðallega múslimar? Sko, það væri örugglega mjög gaman, myndi ég segja, bara upp á það að þú veist, ég í menningu þar sem ég get verið bara iðkað trúna eins meira opinbert og bara svona þarf ekki að pæla í því hvort það svínakjöt í matinn eða eitthvað svona, þú veist, bara svona litli hluti líka hvort að gúmmíð sé halal eða þú veist, að því að náttúrulega sett gelatín í flest gúmmínammi. Halal þá bara að það ekkert í því sem við megum ekki borða. Já, ok, já. Eða þá að þú veist, eins og kjötun okkar eru halal ef það tekin, þú veist, ef það ákveðin aðferð sem tekin til að slátra dýrinu og það farið með bæn yfir kjötinu. Já, og svo líka bara haram og halal, þú veist, haram hlutir sem við megum ekki gera eða eigum ekki að vera að borða eða svona. Og það ekki bara svínakjöt, það í rauninni dýr sem borða önnur dýr og helst spendýr. Þú veist, við ekki sem við ekki borða. Já, við ekki að fara að borða krókódíl eða ljón eða eitthvað svoleiðis heldur. Ok, ég hef ekki svona haft hugmyndaflugu pælið í krókódílar. Nei, en þú veist, fólk borða krókódíla. Ég var í Tælandi daginn og þar sá ég bara krókódíla hausa út allt sem fólk ætlaði bara að fá sér og ég var bara, já. Látt hjá ykkur. Líka Ástralíu. Já. En já, þú veist, mér bara allt sjávarfang. Það ekki, þú veist, það alltaf halal, það þarf ekki að halalifæja það. Þannig. Já, halalifæja. Sorry, ég óksl þér í hálsunum. Viltu vatn? Nei, ég að fasta. Já, máttu ekki eins og drekka vatn? The big question, not even water. Vá. Já. Ekki vatn. Þannig að þú bara ekkert smá þurr í hálsunum. Ég meina, ég bara að tala svolítið mikið. Byrja að skefja sekundi. Ég þarf að jafna mig á þessu. Sko, vá. Það bara ekkert í gangi. Þetta minnstæðlasta spurning sem við fáum. Ekki einu sinni vatn. Vá. Já, og þið bara lifið þetta af. Ég meina, ég verið fram að á lífi. Já. Hvað heldur þú að Íslendingar miskilji mest Íslam? Bara mjög mikið, ég held að þetta sé bara trú sem ógeðsleg og fer illa með konurnar og börnin og bara ljót. Já. Ég held að þetta sé svolítið hugmynd sem margir, ekki allir en margir eru með því miður. Já. Og þú veist, ég segi bara ef ein manneskja, ef ég get snúið hugarfari einnar mannesku
eða einhver múslimi hana úti getur snúið hugur fyrir einnar manneskju, þá er það ein færri manneskja sem hugsar vitlaust trúna. En allar trúr, myndi ég segja í grunninn, eru bara eitthvað fallegt Já. fyrir okkur til að trúa á, til að hafa eitthvað leiðarljós, til að bara stundum er þetta bara the purpose Já, fyrir fullt af fólki. tilgangur bara. Já, bara tilgangurinn í lífinu og bara geggjað að fólk getur fundið tilgang í gegnum trú. Þannig að þetta á að vera bara eitthvað rosa fallegt og eitthvað sem á bara að gera það að góðri mannesku, en fólk tekur allt úr samhengi og bara Og það er þetta misnóta allt. það er alltaf misnota, það er alltaf mistúlka, það er bara að þú getur, já. Þannig að allt sem þið heyrið á netinu, líka það sem ég er að segja, bara endilega takið því með einmitt, eins og sér, maður svo gott að þetta strá af salti Já. og do your research. Einmitt. Finnst þér heldur að þú myndir segja að þú þurfir að útskýra þig oftar en aðrir? Varandi trú. Já. Já. En ég held að sé líka bara út af því að það er svo ákveðin ímynd á trúnni að fólk vill lengur neginn bara eitthvað svona, oh my god, er þetta í alveg svona? Já. Bara, er þetta í alveg að gera þetta eða er þetta í alveg svona oppressed og maður er bara, nei. Þú veist, það er sagt í Kóraninum eftir Guð og eftir spámanninn, hvern á maður að tilbiðja mest? Móður þína. Ok, og hvern svo? Móður þína. Og hvern svo? Móður þína. Og svo kemur pabbiðin. Og svo kemur restina af fólkinu. Bara konan, himnaríki er undir fótum móður þinnar. Women are worshipped. Já. Þú veist, þetta er svo falleg trú. Og hérna, þegar við förum að tala kannski Ramadan líka eftir, þá kem ég með annan punkt það líka. En þetta er bara, fólk getur túlkað þetta eins og það vill, en ef það vill lesa það sem er rétt, farið á netið, farið í moskuna. Já. Farið í moskuna. Og spyrja. Já. Ég skal gefa ykkur Kóran. Það er pluss í kladdan að gefa fólki Kóran. Hvað er, já. Hvað er Kóran? Að gefa fólki Kóran, ég held að það var eitthvað svona sögnum eitthvað. Já, nei, bara actually ef þú vilt Kóran, þá skal ég græja það fyrir þig. Já, ég skal gefa þér pluss í kladdan með því. Nei, það var áhugavert að lesa hann, jú. Ég held að mamma eigi nefnilega fullt á svona ensku, svona litla. Já. Þannig að, já. En hvað hefur trúin gefið þér sem ekkert annað gaf? Von. Það er gott að vera með von og það er gott að geta trúað á góða hluti, sérstaklega þegar það er svo margt ljótt í heiminum og margt vant að gerast, það bara að halda í vonina að þetta er ekki endurinn, þetta, þú veist, þetta er stigið og svo fyrir einhvert það sem er aldrei neitt ljótt aftur, og von það að ástvinur okkar sem eru farnir frá jörðinni eru á góðum stað og vonum að hlutir verður bara betri yfir höfuð og bara svona eitthvað sem heldur manni gangandi, þú veist. Og ég ætla nú ekki að gera lítið úr trúleysingum, en jafnvel trúleysingjar eiga það til að segja ó Guð minn góður eða eitthvað svona, og þá maður bara svona bíddu, Guð. Já. Ok. Hvernig þú þetta? Nú förum við í Ramadan. Já. Segðu mig hvað það er. Ramadan er mánuður í Íslandtrú. Við erum með aðra mánuði og þeir fara bara eftir tunglinu. Og í Ramadan þá föstum við. Ekki bara frá mat og vökva, en já, frá vökva líka. Það er ekkert vatn fyrir okkur heldur föstum frá því að vera óþolinmóð, við föstum frá því að vera að ljúga að óþörfu, við föstum frá því að blóta, við föstum frá bara öllu svona sem er ekki gott fyrir mann í daglegu lífi. Og þetta kennir manni svolítið bara að vera í núinu. Þetta kennir okkur að vera þakklátt fyrir það sem við höfum, að því að við erum líka að læra hvað margir í heiminum eru í rauninu bara er daglegt líf hjá þeim kannski
að fá ekki mat og þetta eitthvað þú veist, sem við getum fengið hvenær sem í hvaða bara formi sem og þetta kennir okkur að vera þolinmóð akkurat og að nýta tíman okkar betur og þetta smá bara svona þetta einhvern veginn bara eins og eitthvað svona hugleiðing mánuður af hugleiðingu mánuður af bara Hugleiðslu vinnur eða hugleiðingu hugleiðslu, segjum bara hugleiðslu bara, þetta bara svona mánuður af þér að núllstilla þig og finna hvernig þú getur orðið betri manneskja kannski og hvað þú getur gert fyrir aðra við gefum rosa mikið af okkur og þú veist það eru ekstra margir plúsar í kladdan fyrir allt gott sem við gerum og þetta bara þú veist að taka sér smá pásu frá lífinu sem maður vanur að lifa og setja sér smá í svona stöðu þar sem maður svolítið berskjaldaður og bara læra á sjálfan sig svolítið aftur upp á nýtt kannski og bara svona tala við Guð, þú veist núllstilla sig, vá, en fallegt og þetta heill mánuður þetta heill mánuður við borðum samt þetta bara einu sinni á ári þetta einu sinni á ári þetta nú ekki bara en þetta heill mánuður en þetta alltaf 10 dögum fyrr þannig miða við bara almenna árið þá einhver tímapunktur þar sem við verðum með 2 Ramadan af því að það verður í byrjun árs og svo loka árs fattar mig af því að þetta fer yfir þetta verður þá kannski miðjan desember til janúar eða eitthvað og þetta færist 10 dögum fyrir alltaf okay. þannig að þá erum við að byrja annað Ramadan á sama ári af því að mánuðnir okkar eru öðruvísi fara eftir tunglinu þannig og konur með pásu frá því að fasta ef þær eru á túr og það eru margir sem að hugsa þetta bara að því að þú veist það eru margir sem nota orðið impure fyrir þetta og það eru margir bara báka það ljótt og ég sammála en þetta basically líkaminn þinn sem kona að gangi gegnum svo mikið þegar þú ert á blæðingum að þetta Guð að segja bara girl, chill þetta basically bara þegar það svona mikið í gangi svona mikið að hafa áhrif á líkamann þinn og bara við erum með þú veist verki og hvað og þetta og við allar mismunandi skilur þá þarftu ekki að díla við það líka að vera fastnandi og það eða biðja eða eitthvað svona þannig að ef segjum svo að það eru margir sem bara að byrja kannski á túr hálftíma áður en að fastan á að klárast það svona fyrir sólsetur eða eitthvað og þá allt í hennu, hún þarf að opna föstunum leið hún byrjar á túr og þá hún nei, ég þú veist, náðu ekki föstunum minni eða eitthvað svona jú, þú færð plús í kladdan fyrir að hafa verið með tilhneiginguna til að fasta að hafa fastað, jafnvel þó þú ert bara búin að fasta í 20 mínútur áður en þú byrjar á túr eða eitthvað svona og svo myndu fá auka plús í kladdan að því að svo getum við klárað þær föstur sem við náðum ekki að klára í Ramadan eftir Ramadan þá fáum við auka plús í kladdan fyrir að hafa tekið föstuna setna, þú veist, gert upp fyrir hana basically þannig að basically eru konur bara að fá plús í kladdan fyrir að vera bara konur nánast, það er mjög mikið af þeim í boði en út af þess að það opna föstuna hvað áttu við með því? Sem sagt, við byrjum að fasta við fyrstu bæn og það fyrir sólar upprás og svo borðum við aftur eftir sólsetur og milli sólseturs og sólar upprásar með við borða bara eins mikið og við viljum það ekki við meðum bara borða 2 sinnum yfir daginn og drekka og allt það sem við erum búin að fasta frá í rauninni að þú veist það má en kannski að maður ekkert eitthvað að vera egoisti eftir sólsetur en ekki egoisti þú veist þið fattu hvað ég meina og opna föstuna, brjóta föstuna það bara eftir sólsetur eða við sólsetur í rauninni þegar sólsetur spænin fer í gang þá megum við strax byrja að borða og við í rauninni iðkum held ég flestöll í heiminum að opna hana með döðlu og mjólk eða vatni döðlur eru mjög góðar og þungar í magan og svona sem gott þegar kemur að föstu það gott að vita
eða þeir sem geta allavega þú veist og Bara einni döðlu. nei, maður tala bara nokkrar Okay. þú veist, þetta svona bara hvernig við opnum alltaf föstuna þetta bara daðla, fyrir við bæn, daðla og svo það eitthvað annað Já, eftir föstuna. þegar við erum að opna föstuna Já, er það þegar þú segir opna föstuna, er það meina þá þegar fastan er búin? já, Já, ok. já, við sólsetur Já. leið og bænum fyrir í gang Já. þá með við byrja að borða Já. og svo bara Svo er daðla og, mjólk eða vatn já. Akkur er mjólk? ég veit það ekki Nei, ok, cool. Hérna. en við eigum það til að krydda þetta aðeins og gera ok, þetta er drykkur sem við drekkum mjög mikið allavega í minni fjölskyldu Já. Hvað? don't knock it until you try it Ok. þetta sem sagt mjólk blönduð við 7-Up Ok. aftur, don't knock it until you try it Já, ég er opinn. þetta svo gott Bara mjólk með 7-Up? já, Ok. Ok, byrju nei, byrju, ég ætla hérna að stundum taka tilbaka setur við þessi Já. facial expressions. Ok, já, flott. stundum setjum við eitthvað bragð út í eins og eitthvað svona líkjör eða eitthvað sem heitir rúafsa og nú veit ég ekki hvað það heitir á íslensku því að þetta er bara nafni sem það heitir en þetta er svona smá rósabragð sem við setjum út í Ok, Það er mjög 7-Up mjólk og rósabræð. já, stundum setjum við bara rúafsa út í mjólkina Ok, en að því að við höfum verið að boykotta alla góðstrykki ok. eftir núna er varðum pólitísk Já, ég skil. við höfum verið að boykotta 7-Up Já, þannig við höfum bara fengið venjulega mjólk bara eða mjólk með rúafsa og rósa. þangað til við finnum einhverja típu af 7-Upi eða eitthvað álíka sem er Ok, en hérna, nú erum við búin að tala saman í rosa langan tíma Já. og ég er með svo mikið af hlutum sem ég langar að spyrja þig meir. við verðum að klára samt með Ramadan af því að já. svo í lok Ramadan þegar 30 dagar eru búinir, nú Já. fyrir að reyna að tala hratt Já, ok. þá er Eid og þá erum við basically bara að fagna, við byggjum saman þá kemur í rauninni koma allir múslimar saman við söfnumst bara á einhverjum stað, hvort það sé í mosku eða stærri staður að því við erum svo mörg og tökum Eid bænina saman og svo er bara borða eins og enginn sem morgundagurinn og fólk er oft með veislur eða hittir saman, gerir eitthvað skemmtilegt og gefur gjafir eða pening, fjölskylda mín ykkar peningin rosa mikið við erum að gefa yngri kynslóðunum alltaf pening og það er alltaf gaman að fá smá auka krónur milli handana í lokmánar og þetta er bara við að fagna því að Ramadan sé búið en svo erum við líka með annað Eid setna yfir árið og það er Eid sem þú veist, Eid eftir Ramadan heitir Eidul Fitr og það þýðir bara Eid í lok Ramadan af því að Ramadan er búið og svo heitir Eid al-Adha og það er Ramadan fórnarinnar og sagan bak við það er sem sagt að Ibrahim, spámaður var beðinn að fórna því afkviði, að fórna því sem var honum kærast í heiminum til Guðs og það fyrsta sem hann hugsaði bara, ó nei sonur minn er mér kærastur þar er ég að fórna seni mínum og hann bara vissi ekki hvað hann átt að gera og hann bara fer til batsins og er bara, ég veit ekki hvað að gera þú veist, Allah bað mig þetta og þú ert mér kærastur þú veist, hvað ég að gera og barnið segir, sonur hann segir allt í lagi, pabbi, ef hann vill þetta þá gerum við þetta fyrir hann og Guði fannst það svo fallegt hvað segir maður, gesture Boð. já, fallegt boð að hann sagði, þú ert nú ekkert að fara að vera að fórna syninum fyrir mig en að þú hafi verið tilbúin að gera það segir mjög mikið og sagði frekar að fórna geit eða hrúti, ég held að sé geit og þess vegna alltaf núna þegar er Eid al-Adha þá erum við með lamb í rauninni á Íslandi í matinn og það partur af lambinu eða geitinni sem er fórnuð fyrir þetta er haldin fyrir fjölskylduna til að borða svo gefur við vinum og ættingum og svo fer partur af þessu líka einmitt til fátæka fólksins eða fólk sem hefur minna milli handana þannig að þú veist, í grunninn erum við alltaf að pæla í fólkinu sem þarf
á aðstoð að halda eða ekki á vel settum stað í lífinu og erum alltaf að reyna að hjálpa eins mikið og við getum. Þetta allavega, já, það sem trúin kennir manni að gefa af sér og vera humble. En við sko, það sem langaði að spyrja út í sem að ég væri til í að taka annað þátt með bara og ræða súfismi, hefur heyrt það? Ok. Ég hef heyrt það en ég veit ekki. Já, það svona dulspeki hefð íslams sem að ég veit ekki róð mikið að langa að vitum. Já, en við getum bara að tala um það. En þá fyrir við næsta lið sem sammála og ósammála og ég ætla að fara yfir það og þú segir mér hvort það sammála og ósammála. Ok. Það erfiðar að vera múslimi í vestrænu samfélagi. Sammála, en líka ósammála. Það fer eftir því, þú veist, hvar þú býrð það því að aftur menningin kemur mjög sterkt inn í mörgum múslimalöndum sem á kannski ekkert að vera eins og hún og á það til að eyðileggja kannski fyrir einhverjum, en ég held samt að vestræni heiminu sé erfiðari því það eru fleiri fordómar. Trú verður sterkari þegar hún í minnihluta. Ég meina þú þarft að iðkana, þú þarft að halda betur í hana þegar hún í minnihluta til að hún týnist ekki, en ég segi bara að því fleiri sem koma saman því sterkari verður hún. Svo lengi sem jafnvel sé í minnihluta hópi að standa saman þá getur maður stekkað. Fólk hrættara við það sem það skilur ekki. Já. Trú og menning ofta rugluð saman. Já. Já, sammála. Halló. Það frelsi fólki í því að vera trúið í veraldlegu samfélagi. Það það. Konur upplifa að trúa fordóma öðruvís en karlar. Já, í samfélaginu, já. En í trúni þá líður þeim rosa vel. Trú persónuleg, sama hvað þú stödd í heiminum. Já. Hver fyrir sig. Þá fyrir við í næsta lið sem heitir Hvort myndirðu frekar? Hvort myndirðu frekar iðka trú sem minnihluti eða sem meirihluti? Mér finnst gott að iðka hana á Íslandi bara því að ég get iðka hana bara frá eigin haus og þú veist, það eru engir fordómar á það hvernig ég á að fara að. En á sama tíma ég ekki manneskja í þeirri stöðu að ég finn kannski fyrir þeim fordómum daglega. Og nú verður að spyrja mig spurningun aftur í datt út. Hvort myndirðu frekar iðka trú sem minnihluti eða meirihluti? Ok, já. Ég held að það skemmtilegra þegar fleiri eru iðkana, en mér finnst mjög fallegt að vera minnihluti til að sýna bara að það til mismunandi trúr og menningarheimur og allt þetta bara, þú veist, já. Ég held að það sé bara góð hér. Já. Hvort myndirðu frekar þurfa að útskýra trú þína reglulega eða vera það sem enginn spyr? Mér finnst ekkert að því að útskýra. Mér finnst ekkert að því að upplýsa fólk og spjalla. Hvort myndirðu frekar upplifa fordóma eða upplifa samfélagslegan þrýsting að vera nógu trúið en ekki að segja? Fordóma. Ok. Ég get áhugavert. Tala niður fordómana, þú veist. Ef fólk með fordóma, þá getum við talað um það. Hitt, þú veist, það erfitt. Já. Algjörlega. Hvort myndirðu frekar að trúin styrki sjálfsmyndina í andstöðu eða sameinaði þig hópi? Ég vil bara að allir hafi frelsi til að trúa því sem þeir vilja, svo lengi sem það meiði engan og kemur engum öðrum við persónulega á neinn hátt, að þá bara geti allir iðkað sína trú. Líka bara, þú veist, að því að það margir með mismunandi nöfn í trúm á, þú veist, eins og í kristintrú segið þið Guð eða God og við segjum Allah, þetta sami Guðin, við erum bara með mismunandi nöfn fyrir hann. Þannig að, já, ég búin að svara spurningunni? Algjörlega, já, algjörlega. Við segjum bara að
Við lókum þættinu svona, það var mjög fallegt, takk hérlega fyrir að koma svona. Takk fyrir mig, þetta var mjög fræðandi fyrir sjálfa mig líka. Það er gott. En þá kannski snýst þetta aðstæður, umhverfi og hvernig það mótar það sem við trúum og hvernig við þorum að lifa því. Hvort myndir frekar vera hluti af meiri hluta eða standa sterk sem minni hluti, hvort meiri áskorun og hvort meiri frelsi. Kannski svarið ekki annarkvort, kannski spurningun bara hversu mikið leyfir fólki að vera það sem það án þess að þurfa að útskýra sig. En takk hérlega fyrir að hlusta á Hvort myndir frekar. Við heyrumst í næsta þætti.